Jæja, þá ætla ég að fara í gegnum dæmablað 5.3 til 5.4. En fyrst ætla ég rétt að fara betur í gegnum reglur í sambandi við efnahvörf. Þannig ef að við erum með efnahvarf með einhverjum efnum hér, 2a plus b verður c plus 4d og okkur er gefið það að hvarfvermið er mínus 100 kilosúl fyrir þetta hérna hvarf. Þá eigum við að 2 mól af þessu hvarfast við 1 mól af þessu, mynda 1 mól af þessu og 4 mól af þessu og þá losna hérna 100 kilosúl af varmaorku. Og í fyrsta lagi þýðir þetta að ef við erum að skoða þetta með tilliti til móla, þá getum við sagt að delta H með tilliti til A er sama sem mínus 100 kilosúl á 2 mól af A. Ef við erum með B, þá er delta H sama sem mínus 100 kilosúl á mól B og auðvitað skrifa maður þetta sem sagt mínus 100 kilosúl á 2 mól eða kannski öllu heldur ef við erum með bara 1 mól, þá er náttúrulega eðlilegast að gera þetta bara svona. Og á sama skapi þá er það C, að delta H með tilliti til C væri þá mínus 100 kilosúl mól C. Þetta er sem sagt mól, þá mól af C, mól af B hér, mól af A hér og svo að lokum ef við erum með D, þá er delta H D sama sem mínus 100 kilosúl og hérna væri við með 4 mól D. Og svo ræður maður því auðvitað hvort að maður hérna er búinn að reikna áður og segir hreinlega að þetta sé þá bara mínus 50 kilosúl á mól eða mínus 25 kilosúl á mól, því vissulega er það sama. Mínus 50 kilosúl mól, nei ekki 50 heldur, þessu tilfelli 25, hérna væri við með mínus 50 kilosúl á mól fyrir þá með tilliti til efnis A. En ef að við hins vegar erum að snúa við efnahvarfi, þá ef ég tek þetta hérna hvarf og snýði við, þannig að við byrjum með upphaflegu myndefnin og breytum þeim í hvarfefni, þá myndast það sem áður var myndefni, var hvarfefni, það er orðið að myndefni, að þá gildir það alltaf að delta H snýst við. Þannig ef við vorum með mínus 100 kilosúl hér, þá verður delta H sama sem plus 100 kilosúl hér. Einfaldlega að því að ef í fyrra tilfellinu erum við hérna með orkumynd, þar sem við erum með H hér, H1, H2 og hérna erum við með þessi hérna sem hvarfefni. Þannig að þetta er 2a plus b hérna og hérna erum við með c plus 4d. Af því ef við erum með mínus, þá er ljóst að orkan er lægri í myndefnunum heldur en hvarfefninum. Þetta delta H hér er sama sem mínus 100 kilosúl. Ef við breytum þessu, þannig að við snúum efnahvarfinu við eins og hér, þá breytist það ekki að vermið í C plus 4D, það er ennþá með sömu orku hér, þó það heiti þá 1 og þetta hérna heiti H2, þar sem að efnin 2a plus b eru, að þá að því að þar sem við vorum hér með efnahvarfið þess að hérna átt, frá a plus b yfir c plus d, þá erum við núna búin að snúa því við og erum að fara til efna sem eru hærri í orku
og fyrir vikið erum við með delta H er sama sem pluss 100 kilojúl, en munurinn er sá sami. Þannig að það er bara spurning í hvaða átt erum við að fara, hvort að efnahvörfið gefur frá sér orku eða hvort að það tekur til sér orku, að delta H breytist ekki. Þannig að við erum hérna með sama tölugildið, en bara við erum með mínus hér, pluss hér. Og ef hérna í öðru tilfelli, nú er óhægt að stroka þetta út, því það er alltaf hægt að stoppa útsendingu. Ef að við erum hins vegar með hérna að það sem er margfaldað í gegnum hvarf, margfaldað í gegnum hvarf, segjum hérna með hérna, já þetta þarf nú ekki að vera heil tala, en segjum bara með hérna einhverju tölu. Við ætlum að taka tvö dæmi, við skulum hafa töluna 2 og við skulum hafa töluna hálfur. Að það sem gerist er að ef við segjum tvisvar sinnum 2a pluss b verður c pluss 4d, þá erum við nákvæmlega líka að margfalda hvarfvermið. Þannig að það er líka sinnum 2. Þannig að ef við fáum efnahvörf sem er 4a pluss 2b, að því nú er ég hérna bara að margfalda inn í svigan, verður 2c pluss 8d, þá er delta H sama sem mínus 200 kilojúl. Þetta kemur þetta samasta niður fyrir hvert efni, að því hérna vorum við með 2a hér og þá gátum við sagt að delta H með tilliti til a er sama sem mínus 100 kilojúl deilt með 2 mól af a sem er þá mínus 50 kilojúl á mól. Hérna myndum við hins vegar vera með að delta H með tilliti til a er sama sem mínus 200 kilojúl deilt með 4 mól. Og fáum þá út náttúrulega sömu tölu, mínus 50 kilojúl á mól af a. Þannig að við erum ekki að breyta sem sagt gildunum sjálfum, sem sagt miðað við mólin. En hins vegar náttúrulega ef við tvöfaldum hvarfið þá er vissulega meiri orka sem losnar í heildina, hvort við erum með 4a eða 2a mól af því. Þannig að þetta er nú þessi regla að ef að þið margfaldið með hvarfið með einhverju tölu, þá margfaldið þið hérna hvarfvermið með sömu tölu. Og svo ætlaði ég að taka hálfan og það væri þá hálfur sinnum 2a pluss b verður c pluss 4d. Hérna vorum við hérna með sem sagt eftir sem áður auðvitað að ég ætla að hafa þetta hérna. Delta H er sama sem mínus 200 hér fyrir ofan. Þá fáum við hér að delta H er sama sem mínus 100 kilojúl sinnum hálfur. Þannig að þá deilum maður í rauninni 2 með þetta. Þetta er alveg sama hugsunin, margfalda með 2, margfalda með hálfum. Hérna fengjum við þá út a pluss hálft b verður hálft c pluss 2d og delta H verður mínus 50 kilojúl. Og eftir sem áður, hérna myndum við geta sagt að delta H með tilliti til a er þá mínus 50 kilojúl deilt með 1 mól. Þannig að það er náttúrulega bara mínus 50 kilojúl á mól. Þannig að það er alltaf það sama, hvort sem þið eru hér, hér eða hér, að fyrir hvert efni þá er hérna delta H það sama með tilliti til þess fyrir hvarfið.
Ég man eftir því, kannski fyrir ykkur sem að voru, ég kenndi í fyrra, sem sagt FO og E-bekkurinn, að þegar við vorum að stilla efnajöfnur, þá náttúrulega var okkur kennt það að vera alltaf með heilar tölur í efnahvörfunum. En ég hef örugglega nefnt það við ykkur að það væri í lagi að vera með hálfan af því að við erum ekki að tala um sameindir, heldur erum við að tala um mól. Og 1 mól er sama sem 6,02 sinnum 10 veldinu 23. atóm eða sameindir, kannski á betur við hér. Þannig að við erum að tala um, við erum ekki að kljúfa hérna eina sameind í tvennt með því að setja hálfan hér, heldur erum við bara að segja að þetta eru sem sagt 3,01 sinnum 1023 sameindir. Þannig að það er allt í lagi að nota hálfan í efnajöfnum og það er mjög gjarnan gert í nákvæmlega þessum efnum þar sem að oftar en ekki lítum við á þetta fyrsta efni sem aðalefnið, sérstaklega við erum með brunahvarf. Þetta væri CH4 plus O2. Þá er oft hérna miðað við það að við séum með 1 mól af aðalefninu og þá er bara að hafa það að það sé hálft mól af súrefni. Til þess að við getum sagt að aðalefnið sé að hvarfvermið sé það deilt með 1 móli. Ok, svo var það þá í 3. lagi, bíddu nú við. Það finnst í lagi. Já, í 3. lagi, þá ætlaði ég, þetta voru sem þessar 2 aðferðir. Í 3. lagi ætlaði ég að sýna ykkur þegar við erum að leggja saman efnahvörf. Það er það sem við munum svo gera meira af í kafla 5-6 sem heitir Hess-lögmál. En í 3. lagi er það samlagning efnahvarfa. Þar erum við með ef að við erum að búa til þetta efnahvarf, en í rauninni eru þetta kannski 2 skref, þá er reglan sú að ef að við erum með segjum 2A verður C plus eitthvað efni E, segjum 2E. Þetta er delta H er sama sem mínus 50 kilojúl. Nú er ég bara að búa til Síðan erum við með þetta verið efnahvarf 1 og delta H1 sem sagt er þessi. Svo erum við með annað efnahvarf þar sem við erum með að þetta 2E er hvarfað áfram við B og við myndum 4D. Og bara til að gera þetta allt mjög einfalt, þá setjum við að þetta séu líka 50 kilojúl. Erum við með 2 efnahvörf og svona er þetta nú alltaf í efnasmíðum að maður byrjar með eitthvað efni, býr til myndefni, svo tekur maður annað myndefnið og heldur áfram með það og heldur áfram að smíða. En reglan er sú að við getum lagt saman efnahvarf og fundið út að samanlagða hvarfið er með hvarfvermi sem er summan af hvörfunum sem það er sett saman úr. Þetta er, værum við þá með mínus 100 kilojúl, miðað við þetta dæmi sem ég bjó til. Þegar við leggjum saman, þá er reglan sú að við miðum við örina. Örin er vinstra megin, hægra megin. Allt sem er megin við örina kemur niður, þannig að við erum með ör í samlagningunni. Ef hins vegar að eitthvað er bæði megin við örina og megin, þá styttist það út hvert á móti öðru. Þannig að 2E fer út úr þessu kerfi, einfaldlega af því að þetta var myndefni hér, og svo tókum við þá eittum því með því að láta hvarfast áfram. Þannig að eftir stendur að vinstra megin erum við með 2A plus B,
verður C plus 4D og að orkan fyrir þetta hérna efnahvarf jöfn summuna af þessum hérna tveimur. Þannig að þetta eru svona reglurnar við þetta. Og við getum hérna, ef við erum að skoða efnahvarf þar sem að við erum kannski með, ef ég geri, má ég sjá, ef ég segi hérna bara H2O, liquid, verður, og það það þá H2 gas plus hérna hálft O2 gas líka. Ef að við erum hérna með hálft O2 hér, síðan eru hérna með annað efnahvarf sem að CH4 gas plus 2 O2 verður hérna CO2 plus 2 H2O liquid. Ef við erum með þessi hérna efnahvarf og ætla að leggja þau saman, þá erum við með, hérna H2O og hérna H2O. Þá þurfum við að hafa það í huga að hérna eru 2, þannig að við styttum út þetta hérna, en erum þá bara eftir með 1 H2O hér. Það erum með 2 H2O mínus 1 H2O. Síðan erum við hérna með hérna hálft súrefni, hérna hins vegar erum við með 2, þannig hálfur styttist út, en þetta verður 1,5 eða hérna 3/4 ef að manni þykir það þægilegra. Og þá myndi koma hérna út að CH4 plus 3/4 O2 verður CO2 plus H2 plus H2O liquid. Já, einmitt. Og ég ekkert viss að ég sé að búa til eitthvað hérna efnahvarf sem að hérna verið að gera daginn út og inn, en aðalmálið að sýna ykkur hérna þessar reglur. Hvernig maður hérna styttir út þá það sem hvarfefnamegin á móti því sem myndefnamegin í öðru efnahvarfi. Ok, þá ég hérna búin að mala í svo mikið sem 17 mínútur sem þá eins og kannski næstum hálfur tími, og þá ætla ég að fara í gegnum dæmin á dæmablaðinu. Og fyrsta dæmi hér, og ég náttúrulega reikna með að þið séu með dæmablaði, þannig að ég ætla ekki að skrifa upp dæmin, heldur bara efnahvörfin. Hérna erum við með 2Cl sem að fer yfir í Cl2. Og það tekið fram að delta H sama sem mínus 243,4 kilojúl. Hérna sjáum við strax út af þessu mínus hér að við erum með útvermið efnahvarf. Það þýðir það losnar orka við það. Og hér spurt hvort hafa 2 klór eða Cl2 hærra vermi við þessar aðstæður, og við erum að teikna orkumynd. Og þá það þannig ef að maður teiknar orkumynd, og við getum bara byrjað að teikna hérna delta H, sama sem mínus 243,4 kilojúl. Að til þess, og við vitum að efnahvarfið að fara frá klór yfir í Cl2, að þá orkuhærra efnið, að því kerfið að missa orku hér, það myndi vera 2Cl, en orkulægra efnið Cl2. Þannig að þetta hérna væri orkumyndir fyrir þetta hérna hvarf, þar sem að þetta væri upphafsvermið, hérna lokavermið, og við getum sagt þess að jú, 2Cl hefur hærra vermi. En Cl2. Þetta var allt og sumt hér. Í öðru dæmi þá erum við komin með efnahvarf þar sem við erum með metan, CH4,
plús jóð og við það myndast metiljóðið CH3 plús vetnisjóðið sem sagt HIG og delta H fyrir þetta hérna efnahvarf er plús 23 kilojúl. Og bara með þessum hérna plús er búið að segja að hvarf er innvermið. Það kostar orku að þetta hérna efnahvarf eigi sér stað. Og svo er spurt hérna, ef við byrjum með 1,6 mól af þessu hér, hvað losnar mikil orka? Við getum byrjað á því að segja að við erum með að delta H með tilliti til CH4 er bara 23 kilojúl á mól af CH4 eða bara kilojúl á mól. Og svo er það þessi hérna jafna að varmi sem að binst eða losnar er sama sem mólfjöldi sinnum þetta delta H og í þessu tilfelli er þetta delta H með tilliti til metans. Það er búið að gefa okkur að vera með 1,6 mól sinnum og svo erum við hérna með plús 23 þannig að það þarf ekki að passa hérna að eitthvað mínus detti ekki út deilt með mól og hérna fara þá mólin út á móti mólum og eftir standa 36,8 kilojúl og að því að við erum hérna náttúrulega bara með 2 marktæka stafi þá myndi þetta vera 37 kilojúl. Ég er náttúrulega búin að lauma alltaf að reikna þetta hérna til hliðar. Ég þurfi ekki að vera að slá inn í reiknivélina hér í þessu. Já, næst erum við með hérna dæmi 3. Þar er efnahvarfið SO2 verður plús hálfur O2. Þarna kemur hálfur inn. 3. SO2 gas plús hálft O2. Þetta er eins og ég sagði áður mjög algengt að vera með hálft eða eitthvað brot af súrefni. Og hérna verður SO3 gas. Delta H er sama sem mínus 199,1 kilojúl. Mínus 99,1 kilojúl. Og við erum með 74,6 grömm af SO2, 74,6 grömm af þessu hérna efni og spurningin er eins og í þessu hérna dæmi, hvað losnar mikill varmi? Við vitum að fyrir 1 mól af SO2 losna mínus 99,1 kilojúl og við erum hérna með að fyrir delta H fyrir SO2 er bara óbreytt tala, kilojúl á mól. SO2 að því við erum bara með hann eina hér. Og við erum með þessa hérna jöfnu að Q er sama N sem er delta H og þá þarf alltaf, má alls ekki nota massan beint, heldur verðið að finna mólin og mólmassi fyrir SO2 eru 32,07 plús 2 sinnum 16 eða er sama sem já. Hérna hef ég nú, það er 64,07. En svo sé ég hef nú klárað dæmi með því að nota bara mólmassan fyrir brennistein, þannig að ég neyðist til þess að reikna þetta. Þannig að við erum með 74,6 grömm deilt með 64,07 grömm á mól og þá erum við komin með mólin 74,6 deilt með 64,07. Þetta voru þá 1,16 og ég segi bara 4 mól SO2. Við erum með 3 marktækastafi en það er allt í lagi að vera með aðeins fleiri í útreikningum.
Og þá erum við komin að því að finna hérna varman Q er sama N sinnum delta H og fyrir þá SO2 hér sem að er 1,164 mól sinnum og svo erum við hérna með mínusskildi 99,1 kílósjúl á mól. Og hérna þegar ég margfalda þetta þá segi ég venjulega bara sinnum 99,1. Það er ekkert að setja mínus inn í jöfnuna en hins vegar verðið þið að passa ykkur það á því að mínusin má ekki gleymast í loka útkomunni. Þannig að hérna erum við með 115,4 kílósjúl. Mólin styttast alltaf hvert út á móti öðru. En það sem eru bara 3 marktækistafir mínus 115. Svona. Dæmi 3. Ég skrifa hérna hjá mér rétt útkomuna, mínus 115. Getur lagfært það. Dæmi 4. Hérna erum við komin með dæmi þar sem að það eru fleiri mól heldur en bara 1 fyrir þetta svokallaða aðalefni sem ég tala venjulega þegar ég er að tala eitthvað efni sem hvarfast til súrefni, þó súrefni sé vissulega mjög mikilvægt efni. Þá er það svona í ofgnótt miðað við hin. Hérna erum við með 2 niturmónoxíð plús súrefni. Nú er það sem sagt 1 verður 2 og þá erum við hérna með niturdíoxíð. Delta H er sama sem mínus 114,6 kílósjúl. Og hérna náttúrulega alltaf mínus þýðir náttúrulega alltaf að þetta er útvarmi hvarf. Það losar orku. Já. Og hérna erum við svo spurð, ef að þið byrjið með 1,26 sem 10 veldinu 4 grömm af niturmónoxíði sem er bara 12,6 kílógrömm, en auðvitað þetta er fínt að hafa þetta í grömmum. Ef við byrjum með þessu, hvað myndast þá hver er varminn sem að losnar í hvarfinu? Og hérna getum við þá tekið að delta H fyrir NO er sama sem mínus 114,6 kílósjúl á 2 mól. Þannig að við erum þá með það komið inn. Síðan er náttúrulega að finna mólin. Þannig að við erum með mól er sama sem massi deilt með mólmassi. Og hérna var ég komið með að mólmassin er sama sem 14,01 fyrir nitur, 216 fyrir súrefni eða 46,01 grömm á mól. Þannig að hérna erum við þá með 1,26 sem er 10 veldinu 4 grömm deilt með 46,01 grömm á mól. Og samkvæmt útreikningum mínum áðan eru þetta 273,9 mól eða náttúrulega bara 274 en ég ætla að halda mig við þetta og reikna þetta reynir. Þú vonar að vara aftur deilt með 40. Jú, þetta stemmir við það sem ég fékk á það. Nú er ég komið með mólin. Ég er með deltað, svo er það þá varminn, Q sinnum delta H er sama sem 273,9 mól og náttúrulega er það þá af NO sinnum og svo er það náttúrulega mínusin sem skiptir máli. 114,6 kílósjúl og það er deilt á móti 2 mólum af NO eða bara þetta deilt með 2. Og út úr þessu koma 15.692 kílósjúl og hérna þarf að passa sig náttúrulega enn og aftur á því
að mínusin má ekki gleymast í útreikningunum. Og svo erum við bara með 3 marktakastafi út af massanum. Þannig að hérna myndum við þá fá mínus 1,57 sinnum 10 veldinu 1, 2, 3, 4 kílósjúl. Þannig að það er ekki sama hvort að við erum með hérna 2 mól af þessu sem að myndi þá vera kannski 80, já eitthvað kringum 90 gram af NO eða hvort að við erum með 12,6 kílógram. Að það er þá hérna talsvert meiri orka sem að losnar auðvitað eftir sem við erum með meira efni. Dæmi 5. Hérna erum við komin í það að snúa við efnahvarfi. Hér er þá 5. Okkur er gefið hvarfið. Já, þetta er sama hvarf og áðan. 2 NOG pluss O2 verður 2 NO2, þetta er gas. Hérna er bara ekkert verið að splæsa jafn nákvæman hvarf, eða ekki jafn nákvæmt hvarfvermi, þannig að hérna er bara sagt mínus 114 kílósjúl sem ætti náttúrulega svo sem að vera 115 miðað við þetta, en hérna er okkur gefið þetta hvarf og svo er spurt hvert er þá hvarfvermið fyrir og þá er búið í rauninni að snúa hvarfinu við og margfalda með hálfum. Þannig að við tökum myndefnið, það er orðið að hvarfefni, en í staðinn fyrir að vera með 2 þá erum við bara með 1. Þannig að það er NO2 verður NO gas pluss hálft O2 gas. Og það fyrsta sem gerist við það að efnahvarf snúist við er það að delta H verður plúsgildi. Ef við værum með 2 og 1 hér, þá væri þetta pluss 114, en í rauninni það sem við gerðum var sem sagt að við vorum að margfalda þetta líka með hálfum og að snúa, þannig að við fáum þá að þetta er 114, ég hef getur sagt deilt með 2 eða bara hreinlega margfalda með hálfum, að því við vorum að margfalda þetta með hálfum, sem að gefur þá pluss 57 kílósjúl. Já, dæmi 6. Hérna erum við komin með silfurklórið. Þetta er torrleyst salt. Þannig að að silfurjónir pluss klórjónir, klór myndar yfirleitt auðleyst salt, en silfur var ein af undantekningunum. Þannig að þetta fellur út í vatni og er orkulega hagkvæmt, þetta er útvermi hvarf og það losnar mínus 65,5 kílósjúl af varma við það að þetta gerist, ef við erum með 1 mól, 1 mól og 1 mól. Núna erum við beðin að reikna varman þegar 0,150 mól af silfurklóriði leysast í vatni. Þannig að við vorum okkur gefið þegar það fellur út. Núna er rauninni snúið efnahvarfinu við og þvingum það til að leysast upp. Það gerist ekkert eins auðveldlega. Þannig að við erum komin með myndefni orðað hvarfefni og þvingum við þetta til að leysast upp. Og þá erum við komin með að delta H í staðinn fyrir þetta losi varma, þá kostar það varmaorku. Þannig að þetta verður pluss 65,5 kílósjúl. Þetta er útvermið, þetta hér er innvermið. Og svo er spurt, ef við erum með
0,150 mól af silfurklóriði. Hver þá varminn sem þarf? Þannig að við erum aftur komið með Q er sama sem mól sinnum delta H og við getum alveg sagt að því við erum bara með 1 mól hér að delta H með tilliti til silfurklóriðs er plus 65,5 kilojúl á mól. Þarna fæst þá 0,150 mól sinnum 65,5 kilojúl á mól. Það styttist út, hérna mólin hvert á móti öðru. Og út úr þessu koma 9,83 kilojúl. Og þetta er eitthvað sem maður þarf þá að setja hérna sem orku inn í kerfið til þess að þessi 0,150 mól leysist upp. Síðasta dæmið er upp á 4 liði. Þarna er okkur gefið hérna efnahvarf, magnesíum og súrefni verður á magnesíumoxíði. Tökum hérna, byrja á því að taka þetta út. 7. Magnesíum fast plus súrefni. Já, hérna eru 2 fyrir framan. Verður að 2 magnesíumoxíð. Delta H er sama sem mínus 1204 kilojúl. Og svo er liður A. Hér er bara spurt, er þetta innvermið eða útvermið hvarf? Og við erum með hérna að við erum með mínusskildi, það þýðir að orka er að losna í hvarfinu, þannig að hvarfið er útvermið. Ekkert meira það að segja. Í B, þá er spurt sem sagt reiknað varma sem losnar þegar 2,4 grömm af magnesíum hvarfast. Þannig að hérna er okkur gefið að við séum með 2,4 grömm af magnesíum, eða hérna, ef ég setja hér, 2,4 grömm. Og við erum að finna út hérna, nota jöfnuna hér að Q er sama sem N sinnum delta H. Fyrir auðvitað magnesíum. Og þá erum við með það að delta H fyrir magnesíum er sama sem þessi mínus 1204 kilojúl deilt með, og að þegar við erum með 2 hérna, þá er það sem sagt deilt með 2 mól. Og það má auðvitað alveg reikna þetta líka sem sagt og segja að þetta séu þá mínus 602 kilojúl á mól. Ég gerði það nú oft hér áður að reikna það út fyrst, en hitt er ósköp þægilegt að geta bara sett þetta beint inn. Magnesíum, sem sagt mólmassi magnesíums er, hvað var hann aftur, 24,31 grömm á mól og við þurfum að finna mólin sem er massi deilt með mólmassi 2,4 grömm deilt með 24,31 grömm á mól og þetta gaf 0,0987 mól. Alls konar pling hérna en upptakan virðist nú verið í gangi af magnesíum. Þetta setjum við svo bara inn í þessa hérna jöfnu svo ég fá að gera þetta svona upp á við. Q er sama sem 0,0987 mól af magnesíum sinnum mínus 1204 kilojúl á þá 2 mól.
Og hafi þetta allt verið sett rétt inn í reiknivél, þá þetta, maður sjá, mínus 59,4 kílósjúl. Þannig að þetta svarið í dæminu. Og bara rétt að reikna 2,4 deilt með 24,31. Það þetta og þetta síðan sinnum 1204 deilt með 2, 59,4 og svo verður maður að passa alltaf upp á mínusin. Hann dettur ekki út. Þetta var B. Svo kemur þá C. Hérna okkur síðan nú sem sagt ekki spurt meira magnesium, heldur færum okkur yfir í magnesiumoxíð. Þannig að sem sagt gert spurt hver varminn sem losnar eða öllu heldur spurt hversu mörg grömm myndast af þessu eða varminn sem losnar í efnahvarfinu mínus 96 kílósjúl. Þannig að núna erum við með jöfnuna að varmi sama sem mól deilt með hvarfvermi og þá fáum við það ef við ætlum að einangra mólin, þegar við verðum alltaf að finna þau til að finna grömm, þá erum við að taka delta H og færa það undir jafnaðarmerkið, þannig að þá það Q deilt með delta H. Og þá erum við með það gefið í þessu dæmi C hversu mörg grömm af magnesiumoxíði mynduð við vermisbreytinguna varminn sem losnar nemur 96 kílósjúlum og það sem sagt gefið, þetta mínus 96 kílósjúl. Síðan erum við með delta H, það mínus 1204 kílósjúl. En ef við erum að skoða með tilliti til magnesiumoxíðs, þá það náttúrulega deilt með 2, MgO, alveg eins og fyrir magnesium. Og þetta sem sett inn í þessa jöfnu að N sama sem mínus 96 og það má ljóst vera að við verðum að vera með mínusskildi á þessu hvoru tveggja til þess að við fáum mólin út sem plús. Og þetta síðan undir strikið, 2 mól, MgO. Og það virkar náttúrulega þannig að kílósjúl styttast út á móti kílósjúlum, en þetta náttúrulega eins og við séum að margfalda með. Ef það eitthvað undir strikið fyrir neðan strik, þá það í rauninu ofan á strikinu. Þannig að við erum að margfalda með 2 mól af magnesiumoxíði. Út úr þessu komu 0,159 mól af magnesiumoxíði og ég ætla svo til vonur að vara bara slá það einu sinni inn aftur, 96 deilt með 1204, svo það sinnum 2. Þannig að við erum komið með mólin, en svo þarf náttúrulega að finna massa. Þannig að massi sama sem mól deilt með sinnumólmassi. Það sama sem 0,159 sinnum og erum við með mólmassan, magnesium var 24,31, súrefni 16,00, þannig að erum við með mólmassan 40,31 grömm á mól. 40,31 grömm á mól. Komma 31. Þetta gefur 6,4 grömm. Og býtum við hversu marga marktæka? Já, við erum í rauninni bara með 2 marktæka, þannig að það 6,4 grömm af magnesiumoxíði sem myndast þá í efnahvarfinu þegar svona mikill varmi losnar. Og í D, þá ætlum ég að fá að taka út bara A og B, skilja efnahvarfi eftir. 1,
Hérna kemur hversu mörg kílósúla varma þarf til þess að 750 grömm af magnesíumoxíði brotni niður í magnesíum og súrefni. Þannig að hérna er við að tala um sem að byrja magnesíumoxíði og brjóta það niður í frumefnin. Og þá er búið að snúa efnahvarfinu við. Þannig að við erum hérna með 2 magnesíumoxíð, fast efni. Það myndar 2 magnesíum, fast, plús súrefni. Þannig að hérna er þetta brotna niður í hreinan málm og hreint súrefni. Og að því að við erum að snúa efnahvarfinu við og ekkert annað, þá fáum við hérna plús 1000. Ef efnahvarfið er útvermið þess átt, þá var það innvermið tilbaka, sem er þetta hérna efnahvarf. Og hérna er okkur gefið að við erum með 7,50 grömm af magnesíumoxíði sem á að brotna niður og það er verið að spyrja hver er hérna varminn sem þarf til þess, ekki sem losnar núna. Þetta er sem sagt innvermið. Og ef við ætlum að finna hver delta H er með tilliti til magnesíumoxíðs núna, þá er það náttúrulega plús 1204 kilosjúl deilt með þessum 2. Sem er náttúrulega, sem sagt, þetta er auðvitað plús þá 602 kilosjúl á mól, sem að maður getur alveg eins notað. Já, og svo var það náttúrulega alltaf í efnafræðidæmum, eins og þið eru mjög vön, alltaf beðið mól og gefin massi. Þannig að hérna erum við með að mól er sama sem massi deilt með mólmassi. Við vorum hérna með mólmassan, hann er 40,31, massin er 7,50. Undir þessu koma 0,186 mól. Ég er hérna með 3 marktakastafi, þeir mætti alveg vera fleiri, ef maður myndi þá bara lagfæra það í lokin. Svo er það gamla góða jafnan hér. Q er sama sem N sinnum delta H. Þetta er sama 0,186 mól. Þetta var magnesíumoxíð sinnum og svo erum við hérna með plús 1204 kilosjúl á 2 mól af magnesíumoxíði. Eða þeir myndu geta sagt bara sinnum 602 kilosjúl á mól, ef ykkur þykir það þægilegra. Þetta er 0,18 sinnum 1200. (111,97) eða sem sagt 112 kilosjúl sem að þetta kostar. Þetta held ég, já, þetta var síðasta dæmið á þessu dæmablaði og hérna, ég ætla svo að gera annað YouTube-vídeó þarna með lausnunum og prófun ykkar sem ég er hérna að vera búin að fara yfir, eða skulle segja þessi hálfmið. Svo ég bara takk fyrir.